Maggi, ég uppi. Hvor megin byrjar að koma inn, veistu það? Hvort lið byrjar að koma inn, veistu hvor megin, veitu það? Hérna megin. Jæja, komið sæl og blessuð áhorfendur góðir og verið velkomin í þennan stórleik, úrslitaleik Íslandsmóts þriðja flokks karla. Og hér eigast við stórveldin, annars vegar Valsmenn og hins vegar Haukar. Einar Jónsson heiti ég og mun vera með ykkur hér í kvöld og lýsa þessum vonandi frábæra og spennandi leik. Það alla forsendur til þess að þessi leikur verði mjög spennandi og skemmtilegur. Þessi lið áttust við tvisvar í Íslandsmótinu í vetur, þar sem að fyrir leikur liðana lauk með jafntefli að Ásvöllum og svo seinni leikur liðana þar sem að Valsmenn höfðu sigur. En Haukar urðu deildameistarar í þriðja flokki karla. Valsmenn hins vegar urðu bikarmeistarar eftir sigur á FH í höllinni. Á gólfinu hérna í dag hjá báðu liðum mikið af efnilegum leikmönnum og einhverjir farnir að láta til sín taka í meistaraflokksliðum félagana. Ber þar kannski helst að nefna Sveinn Hóse Rivera, leikmann númer 3 hjá Val, línumaður,
sem hefur verið að koma mjög sterkur inn í meistaraflokkslið Vals. Nú einnig er Bjarni Ófeigur, númer 13. Valdimarsson, hann hefur verið að spila, fengið nokkra mínútur í vetur. Nú í Haukaliðinu ber helst kannski að nefna Andra Skeving, markmann. Orri Þorkelsson á samanskapi. Þessi strákar hafa verið að fá smá spiltíma í meistaraflokksliði Hauka. En leikurinn er hafinn og nú ef við förum yfir liðin svona eftir því sem að tími gefst til, sjáum við meðal annars á miðjunni hjá Val númer 11 Tumi Steinn, númer 13 Bjarni Ófeigur fer hérna á vörnina, fær fríkast nú á línunni eins og ég sagði áðan, Sveinn Hóse Rivera, númer 44 í vinstri horninu Jökull Sigurðsson, nú númer 33 Arnar Snær Óskarsson og það er engin annar en Bjarni Ófeigur sem skora fyrsta mark leiksins fyrir Valsmenn. Haukamenn koma hérna á þetta, Valsmenn byrja í 6-0 vörn. Samanskapi voru Haukar í 6-0 vörn. Nú hjá Haukum Orri Þorkelsson, númer 7 vinstra horninu, númer 13 Darri Aronsson, númer 25 Kristinn Pétursson. Hérna er Darri með skot sem fer framhjá. Númer 15 hjá Val skiptir hér milli varnar og sóknar, spila greinilega aðalega vörn, er Eiríkur Þórarinsson. Nú Sveinn Hóse kom með bolta og skorar. Haukamenn væru kærir, hálfsofandi í vörninni. Staðan 2-0. Nú dómarar þessa leiks eru engin aðrir en Þorleifur Árni Björnsson og Ramónas Mikalónis. Svo má ekki gleyma kannski þjálfurum beggja liða, það er engar smá kanónur en þjálfarar Hauka eru Einar Jónsson, Elías Már Halldórsson og Jón Gunnar Þórisson. 3 toppmenn og Haukandi koma hérna. Það er bara skref hér hreinlega. Valsmenn byrja miklu krafti. Nú þjálfara Vals eru Heimir Ríkharðsson, Arnar Daði Arnarsson og Maxim Akvachev. Valsmenn koma sína þriðju sókn. Arnór með línusendingu sem Haukandi stöða. Þeir leita enn og aftur að Sveini. Fríkast. Tumi Steinn á miðjunni hjá Val, setur upp í kerfi, innleysing frá hægra horni. Bjarni Ófeigur með glæsilegt skot í slána og niður. Koma Haukamenn öðru tempóinu, Kristinn Pétursson og Darri með ennina tilurina og nú skorar hann. Glæsilegt undirhanda skot. Staðan 2-1. Þetta stefnir í hörkuleik. Koma Valsmenn. Tumi. Setur upp í kerfi, kemur innleysing úr hægra horninu, Ásgeir Snævar og Tumi með glæsilegt undirhanda skot. Mikið af unglingalandsliðsmönnum í báðum þessu liðum og Tumi einn þeirra. Tillir Kristín upp í kerfi, kemur innleysing frá vinstra horni, Orri leysir inn. Darri kemur á þetta og Kristín með skot að gólfinu, glæsilegt skot. Skorar annað mark Hauka og gult spjald á Ásgeir Snæ Vignisson. Hægri hornamann Valsmanna. Stór og staðilegur strákur, niður í horninu.
Kemur enn aftur innlýsing frá hægra horni. Bjarni ófeigur, kemur á þetta, fríkast. Já, Haukamenn, öflugir í vörninni núna. Tumi setur upp í kerfi, þá kemur innlýsing frá vinstra horni. Já, Bjarni ófeigur með línusendingu á Svein. Guldspjald á Einar Ólaf. Aftur innlýsing. Já, kemur Arnór. Valsmenn vilja fá okkar meira en fríkast. Hendi kominn, Bjarni ófeigur. Fríkast. Kemur í skot. Auðvelt fyrir andra skefing. Fín vörn í Haukunum. Það gera þeir núna, koma á annað tempóið. Kristín Áta, gefur á Darra. Frábær varnarleikur þarna hjá Eiríki. Sem hleypur hérna línu í 4-2. Bjarni ófeigur með fintu utanvert og klínur honum í skeytin. Glæsilegt mark. Guldspjald á hægri hornamann Hauka, Karl Viðar. Bjarni ófeigur með sitt annað mark. Staðan 4-2 fyrir Valsmenn. Kemur hér Júkafæsla, Darri inn á miðina, Kristín kemur í árás. Á, vel gert hjá Kristni, glæsilegt kraftur í honum. Það er nú einn, úlingalandsliðsmaðurinn. Arnór kemur át. Á, þetta var freka ljótt brot og dómararnir ráða ráðum sínum. Þeir fara í 2 mínútur á Darra Aronsson. Ég held að þetta hafa nú jafnvel verið rangur maður sem var rekinn út af. Mér sýndist nú Jason Unason, varnarkletturinn í liði Hauka, hafa brotið af sér hana. En hvað veit ég? Valsmenn einu fleiri, kom í kerfi. Stólinn bolti, Orri Þorkelsson. Haukamenn rólegir núna, einu manni færri. Spila þannig 5-6. Halda markmannum í markinu. Já. Hvað að gera, koma hérna í hornajúka, Kristín komna miðina, kemur árás frá Hirti, setur hann í horni á Orra sem skilar sér neti, glæsilega slúta hjá Orra, frábærlega gert. Frábærlega spilað hjá Valsmönnum, einu fleiri núna, nýttu það vel og glæsilegt mark hjá Ásgeiri Snæ. Hann að skora sitt fyrsta mark í þessu leik og staðan er 5-4 fyrir Valsmenn. Á miðinu í Hauka komið núna Hjörtur Ingi á meðan að Darri er út af. Fín árás hjá Kristni, fríkast. Bjarni Ólafur gengur vasklega fram, öflugur varnarmaður. Jæja, Haukamenn fengið leikmanninn inn á, 2 mínútur liðnar. Þá kemur Kristín, spila mikið hérna frá vinstri til hægri. Fín vörn hjá Arnóri. Hendi kominn, kemur Júkafæsla, kemur Kristín á það. Nú held ég að Bjarni ófægur fái 2 mínútur réttilega að mínu mati gegn full hart
fram þarna. Þá eru Haukamenn einum fleiri. Það verður gaman að sjá hvernig þeir spila úr því. Það má kannski til gamans geta að hér í sikkur liðinu eru synir landsliðsþjálfara, núverandi og fyrrverandi. Hér númer 13 Darri Aronsson, sonur Arons Kristjánssonar, og svo Arnór Snær Óskarsson, númer 33, sonur Óskars Bjarna, landsliðsþjálfara og þjálfara meistaraflokks Vals. En þeir eru ekkert að spá í því. Orri Þorkelsson skorar hér glæsileg vinstri horninu, vel slútað. Orri með sett annað mark, vel spilað í Haukunum. Nú Valsmenn bregða það ráð að taka markmanninn út af. Það sem þeir spila 6 á móti 6. Kemur í markfræga Kairó. Glæsileg afkemur, en eitthvað eru þeir nú lengi að skipta markmann út af og Haukamenninni virðast ekki alveg kveikja á því. Menn hafa nú bara gaman að þessu samt sem aður. Það er að gera. Valdmenn koma þá í sóknina. Koma aftur í Kairó. Kemur Tumi í árás. Fín boltarhreyfing, Arnór Snær. Leita svolítið að Sveini inn á línu, enda gríðarlega öflugur. Enn og aftur, leitaðar af Arnór Snær. Kemur hérna undirhandaskot og frábærlega hlaupið tilbaka. Já, Eiríki. Sýndist mér farið all hressilega í andlitið á Tuma, en ekkert dæmt. Það er vel tekist á hérna og einnig mjög ánægð með mætinguna hérna. Ágæti stemning í höllinni. Bjarni Ófeigur. Tumi, fín hreyfing, yfir á Arnór. Vel spilað á Arnór í gegn. Þolinmæði er dyggð, sagði ykkur. Arnór Snær Óskarsson með fínt mark eftir ágæti sókn hjá Valsliðinu. Arnór með sitt fyrsta mark. Koma Haukamenn. Kristín hérna á miðjunni, Darri úti vinstra megin og Einar Ólafur úti hægra megin. Hefur lítið látið á sig kveða svona hérna í upphafi leiks. Frábært vörn hjá Bjarna sem að fær gult spjald. Er búinn að fá 2 mínútur. Ég veit ekki alveg hvernig þeir ætla að leysa það. Ekkur smá reikistefna hérna. Ég held að Bjarni Ólafur sé búinn að fá 2 mínútur, þannig að mér finnst nú ólíklegt að hann fái gult spjald. Þannig að nei, þeir leiðrétta þetta og fá þá 2 mínútur. Þá er komið gult spjald á bekkinn hérna. Þetta byrja bara hérna algjörlega stórkostlega. Guðjón Ell kominn í gang. Haukamenn, einu fleiri. Sama kerfi á hann. Darri klippir við Einar Ólaf. Smá hyggst í þessu. Kristín kemur í árás. Reyna svona frekar erfiða sendingu inn á línu þarna.
Egill Magnússon, númer 23 í vinstri skyttustöðuna. Valsmenn með markmanninn út af, spila því 6 á móti 6. 6 sóknarmenn á móti 6 varnarmönnum, þar að segja. Fína boltareyfingar hjá Val hérna. Frikast. Spurning hvað þeir fá að spila lengi. Kemur Kæró. Sveitnón sem kemur út við fyrir á línu. Kristinn. Frikast. Hending komin upp. Kristinn með ágæti skot. Tæp hálfmínúta eftir af refsitíma Valsmanna. Haukamenn ætla að nýta sér það. Koma hér, Kristinn leysir inn. Þverboltinn í hægra hornið. Þar sem að Karl Viðar Pétursson skýtur vel yfir á minnstu. Haukamenn ekki ná að nýta sér þennan kafla sem voru einu fleiri, nógu vel. Spurning hvað Valsmenn gera núna, Bjarni og Fögur búin að fá 2 brottvísanir. Hann kemur enga sig hérna inn á, spurning hvort hann skipti í vörn. Þeirra lykilmaður, bæði í vörn og sókn. Kristinn á miðinni, fótur, sýndist mér, á Arnór Snæ, hann kom á Haukamenn, á fleygiferð, Einar Ólafur, kemur á þetta, Darri, Kristinn, það eru 2 mínútur, Ég held að þetta sé bara réttu dómur, ég ætla bara að gefa það dómur. Fór svona full harkalega með olnbogann á undan sér. Enn og aftur Valsmenn. Einu færri. Koma Haukamenn. Nýtti út að illa síðast en fá núna vítakast. Vel spilað hjá Darra og Jörgen Freyr fiskar vítakast. Mér sýnst Orri ætla að fara á línuna. Skotmaður góður. Í marki kemur hjá Völsurum. Eiríkur Þórðarsson sýnist mér. Orri skorar að sjálfsögðu vítinu. Jafnar leikinn 6-6. Þetta verður ekki jafnara. Ég held að sé ótt að segja það. Haukarnir komin hérna í 5-1 vörn. En það gerir ekki mikið fyrir þá. Markus Björnsson skora sitt fyrsta mark. Fer skemmtilega hér í gegn milli 1 og 2 og laumar honum í netið. Mjög athyglisvert að vel spila í Haukunum og Einar Ólafur með fínt mark, nýtur sér yfir töluna vel. Einar Ólafur með sitt fyrsta mark. Og einhver miskilningur hérna búinn að vera hjá mér því að ég veit ekki betur en að Eiríkur Þórðarsson með 15 hjá Vals í útileikmaður og hefur verið að spila í varnarleiki mikið. En markmaðurinn, ætli það sé ekki Sigurjón Ágúst, er nú með 15 á bakinu en er vist nú með 16 sennilega. Bjarni Ólafur með skot yfir. Haukamenn kom á fleygiferð, enginn í markinu og Þorkell klárar þetta. Haukamenn komnir yfir 8-7. Fínt gangur í þessu Haukamönnum meðan að Valsvélin hefur aðeins hikstað. En það búin að vera
svona út á núna í 4 mínútur að síðustu 6 mínútunum, eitthvað svo leiðis. Það getur reynst dýrkeypt. Kristinn, Bjarni Ólafur. Tumi ætla ég nú að segja, nummer 11 hjá Val. Menn halda áfram í 5 metrunum. Frábær hreyfing hjá Arnór sem skilar honum á Svein Rivera og hann skilar svo sjálfsögðu í netið. Vel spilað. Svein Jose Rivera með sitt annað mark og jafna leikinn 8-8. Tæplega 12 mínútur eftir af þessu fyrri hálfleik. Haukar komið í svona þessa júkafæslur hérna, fín sending inn á línu og glæsilegt mark hjá Jörgen Frey Guðmundsssyni. Stór og sterkur strákur inn á línunni í Haukum, Jörgen Freyr. Kemur Tumi, klippir Arnór yfir á Bjarni Ólaf. Bjarni Ólafur finnur Svein á línunni og andriskefing í boltanum en það ekki nóg því Svein Jose Rivera skora sitt 3. mark og jafna leikinn 9-9. Það er spurning hvað Haukamenn gera. Setja sjálfsagt í þessa taktík aftur. Kemur júkafæsla, kemur Darri inn á miðina í loftið og hann skilar sér netið. Glæsilegt mark hjá Darra. Það er ótt að segja það. Haukar, Valsmenn með hraða miðju. Bjarni ófegur. Kemur á þetta, reynir að finna Svein og línu en Hauka vörnin öflug. Koma Valsmenn, Tumi, Svein Rivera kemur út fyrir Arnór, Bjarni, Tumi, kemur í fína hreyfingu, dregur í sín mann, losar, virkilega vel spila hjá Valsmönnum. Arnór Snær fiskar hér vítakast og gult spjald á Kristinn Pétursson, en ég held að hann væri komið gult spjald, en það er greinlega einhver misskilningur af minni hálfu. Tumi á vítalínu, hann skilar sér netið, það er ekkert flóknar en það. Tumi með sitt annað mark, fyrsta markið úr víti. Ef það er eitthvað sem maður kannski má segja að sé ábótavant í leikinn sér að liða, þá væri nú kannski hægt að fá örlítið meiri markvörslu. En sóknarleikurinn til fyrirmyndar hjá báðum liðum. Kemur Darri í loftið, skýtur svo rétt frammi. Valsmenn geta komist yfir á nýjan leik, staðan 10-10. Tumi setur upp í kerfi, þar aftur í svokalla Kairó. Bjarni Ófegur komin á miðina með skotakólunni í stöngina. Fínt skot, óheppinn. Koma Haukamenn inn á miðina í Haukum, kominn Hjörtur Ingi Halldórsson. Fær Kristi Pétursson smá hvíld. Spurning hvað hann setur upp í, kemur júkafæsla, innum einn, Einar Ólafur, drippla sig bara í gegnum miðja vörnina. Glæsilega gert hjá Einar Ólafi. Lætur ekki mikið yfir sér, en hann er búinn að skila núna 2 mörkum. Haukamenn þá komnir yfir, 11-10. Þetta er æsi spennandi. Stemmingin hér hreinlega að fara úr böndunum. Átaka Valsmenn leiklega. Spurning hvað þjálfara Vals leggja upp með. Maxi kom með taktíktöfluna og Heimir að messa yfir þeim.
Spurning hvað Arnar Daði gerir. Þetta engar smá kanónur á Varmarbekk Vals. 3 stór þjálfarar. Hinum megin það ekki að verri endanum heldur. Það sem við erum með verðandi þjálfara meistaraflokks kvenna, Elías Már Halldórsson, sem fer yfir málin með sínum mönnum. Nú með honum nafni minn Einar Jónsson, aðstoðarþjálfari meistaraflokks karla hjá Haukum, og svo þakmennið Jón Gunnar Þórisson. Það þurfti að vera með mikrofón í leiklíðinu og fá að heyra svona hvað Heimir lagði upp með. Það bara spurning hvort við getum fengið hann hérna og það nú stutt að fara og hann geti svona sagt okkur það hvað þeir ætla sér hérna eftir þetta timeout. Jæja, koma Valsmenn, Tumi á miðjunni, þetta hefðbundið. Kemur innleysingur vinstra horni, Bjarni Ófeigur í loftið, Andri Skeving, já svei mig þá, ég held að þetta sé annarskotið sem varið í þessu leik. Hjörtur Ingi á miðjunni, Darri vinstra megin, Einar Ólafur hægra megin hjá Haukaliðinu, Kristi Pétursson virkilega öflugur hér upp að við fara að hvíla aðeins. Eitthvað eru sendingarnar þvælast fyrir Haukamönnum. Það dæmt skref á Hjört. Vinstra horni hjá Valinn og kominn Alexander Jón Másson. Það kemur Kæró. Arnór inn á miðina með fína gapreifingu. Já, maður hárspreitt frá því að skila sér í gott færi. Mjög nauðsynlegt að sé með þetta hárband, þetta mikið hár á höfðinu. Jæja, kemur Arnór aftur á þetta, Tumi, Bjarni Ófeigur. Með flott mark, mikill kraftur. Mikill kraftur. Sjálfsagt drukkið mikið að kókamjólk í gegnum tíðina. Hann komin hérna núna í bakvörðin vinstra megin og inn á miðjusvæðið í 6-0 vörðinni hjá Vali komin Egill Magnússon ásamt Eiríki. Þeir varnar specialist. Haukarnir í sína júkafæslur. Kemur svo Hjörtur í árás. Glæsileg hreyfing hjá Hirti. Með miklar og glæsilegar fléttur í hárinu. Og sömuleiðis flotta hreyfingu og skilaði boltanum í netið. Það voru Valsmenn búin að skipta markmann. Og ég ætla bara að giska á það að Kristófer Ingi sé kominn í markið, númer 16. Ekki þó hann sé númer 15 á bakinu. Jæja, hvað það? Bjarni Ófeigur. Tumi klippir Markusinn. Og Bjarni Ófeigur allt í öllu í sóknarleik Valsmanna með sitt 4. mark og jafna leikinn í 12-12 þegar akkurat 5 mínútur eru eftir þessum fyrri hálfleik. Jæja, hvað gera Haukamenn þegar stórt spurt? Koma í sömu hreyfinguna, júkafæsluna, þetta hefur verið að ganga ágætlega. Já, sæll í gær. Það ekkert öðruvísi. Darri Antonsson með glæsilegt skot beint upp í Samuel. Darri að skora sitt 3. mark fyrirgefiði. Öflugur leikmaður sem á klálega framtíðina fyrir sér. Á leysa Valsmenn inn úr hægra horninu. Tumi, Bjarni Ófeigur. Þyrfti ekki að koma mér óvart ef að hann bindir enda á þessa Valsmanna.
kemur Júkafæsla. Bjarni Ófeigur inn á miðuna, Tumi komið vinstra megin, fínar hreyfingar og Bjarni Ófeigur með skot, hann svarar að bragði, þvílíkar neglur hér frá Bjarni Ófeigi og Darra. Glæsilegt mark og ég kemur mjög óvart að ég hafði rétt fyrir mér að hann myndi binda enda þessa sókn. Eigum þá ekki bara veða á það að Darri Antonsson tekur skoti hérna hjá Haukunum. Veðmálið er ekki stórt, en þó eitthvað. Darri, innleysing frá vinstri, Orri kominn inn á línu, 4-2. Það er Bjarni, nei, fyrirgeðu Einar Ólafur, það er skýtur í stöng og Alexander Jón Másson kominn í gegn. Það virðist vera broti á honum. Nú sé ég ekki alveg nógu vel, hann liggur allavega eftir meiddur og mér sýnist verið að reka Hjört Inga út af í 2 mínútur. Haukamenn eru ekki sátti með þetta. Valsmenn held ég bara ekki heldur sáttir. Þannig að það er bara engin sáttur í húsinu hérna, nema kannski ég og Mattias, tæknimaður. Við Tumi á vítalínuna. Hann skilar sér netið. Tumi með sett 3. mark, annað markið úr víti. Nú, Hjörtur var þá kominn út af í 2 mínútur og Valsmenn nú komnir 1 marki yfir, Haukamenn 1 færri. Kristi Pétursson kominn á miðuna. Koma hér í, já svona, hotna Júka. Árás frá Kristni. Já, og Darri með skot sem fer í stöngina. Valsmenn róa þetta, skynsamir. Ætla að spila upp á örugt mark væntanlega. Skipta hér 2 mönnum milli varnar og sóknar. Sveinn Óse inn á línuna. Tumi kallar hér kerfi 5, sýndist mér. Það er spurning hvað það er. Bjarni Ófeigur leysir inn. Alexander kemur út fyrir. Gefur á Markus. Bjarni, Tumi í gegn. Fullauðvelt en vel gert. Tumi með sitt 4. mark. Er að koma Valsmönnum 2 mörkum yfir þegar að rétt tæpar 2 mínútur eftir og þar með tekur Elías Már Halldórsson leikhlé. En nú boðið sjálfsagt og ætlar að fara yfir stöðuna með sínum mönnum. En nú sýnist mér bara Einar Jónsson tala. Þetta er skipta þessu bróðulega á milli sín. Áðan sýndist mér Elías Halldórsson fara yfir málinn, en nú er það Einar nafni minn Jónsson. Og hinum megin Titlaheimir, eins og hann er kallaður, fer vel yfir málinn. Haukamenn vantarlega ætla að reyna að koma inn 1 marki fyrir hálfleik og þeir geta nú semst ekki spilað mannin inn. Það eru 44 sekúndur í það að Haukamenn fá fullskipað lið. Valsmenn halda nú hérna áfram í sinni, það ætla nú ekki að segja hefðbundu 6-0 vörn, nei, þeir koma hérna út, taka, ætla sér að koma Haukamennum á, taka Kristi Pétursson miðjumannur umferð. Glæsilegu varnarleikur hjá Alexander. Það getur verið að Haukamennum hafi eitthvað brugð við þetta. Heimir, eldri en 2 vetur í sportinu. Jæja, koma Haukamenn. Valsmenn nýta sér það að vera einu fleiri, fara hérna í 4-2. Bjarni Ófeigur leysir, Markus kemur á þetta, Tumi kemur í árás. Markus róar þetta niður. Leita Svein inn á línni, tekst ekki. Orri, frábærhaldalög, Orri kominn 1 í gegn. Hann skilar sér netið, minkar munin í 1 mark. Þegar tæplega 1 mínúta er eftir. Frábær varnarleikur í Haukum og Orri skilar sér netið og skora sitt 5. mark hér í þessum leik.
spila virkilega vel. Valsmenn leysa inn úr hægra horninu. Það kemur Bjarni Ófeigur á fleygiferð, allar sér í loftið, það er dæmt skref. Og liggur einn Haukamaður eftir, nú sé ég ekki alveg hver það er. Valsmenn ekki alveg parsátti með hennar dóm. Já, það var Jason Gunnarsson sem liggur eftir. Jæja, 15 sekúndur eftir. Spurning hvað Haukamenn stilla upp í. Það kemur Hornajúki. Kemur Kristinn. Á þetta. Fyrir hérna utanvert. Og glæsileg markværsla hjá Kristoffer. Ég nú bara get ég eða utan þar en tíminn útrunninn. Staðan 14-15 Valsmönnum í hag. Nú við tökum okkur leikli eins og leikmenn, dómarar, eftirlitsmenn og aðrir og komum svo að vörmuspori.
förum við áðum að hefja seinni hálfleikinn. Nú, ég ætla að hlaupa hérna fljótt yfir markaskorið, en hjá Haugum það Einar Ólafur með 2 mörk, Orri Þorgilsson með 5 mörk, Darri Aronsson með 3, Hjörtur Ingi Halldórsson með 1, Kristinn Pétursson með 2 og Jörgen Freyr Guðmundsson með 1 mark. Hjá Val það Sveinn Hósi Rivera með 3 mörk, Tumi Steinn Rúnarsson með 4 mörk, Bjarni Ófegur Valdimarsson með 5 mörk, Ásgeir Snær Vignisson með 1 mark, Arnór Snær Óskarsson með 1 mark og Markus Björnsson með 1 mark. Og hér var Darri Aronsson að skora sitt 4. mark og þar með að jafna leikinn í 15-15 og þess heiðurs aðnjótandi að hafa skorað 1. mark seinni hálfleiks. Koma Valsmenn, Tumi leysinn á línu, Markus byrjar hérna hægra megin fyrir utan eins og hann endaði seinni hálfleikinn. Haugamenn kom, frábær sending á Svein sem að einhendir boltanum í netið. Eins og tankur á línunni, Sveinn Hósi Rivera. Glæsilegt mark og glæsileg sending. Sveinn með sitt 4. mark og kemur Valsmönnum 1 marki yfir, 16-15. Koma Haugamenn, hefðbundin uppstilling hjá þeim. Kristinn komi hérna yfir hægra megin núna og þá stoppa þeir leikinn til þess að gefa Agli Magnúsinni gult spjald. Það að gera að klára spjöldin svona áður líður lengra á leikinn. Kristinn aftur komin hérna yfir hægra megin, Einar Ólafur. Ekkert dæmt. Haugamenn vilja fá eitthvað meira heldur en ekki neitt, en Valsmenn kasta boltanum bara í einhverja þvælu. Guðjón Ell að kenna hér Elíasi Má einhverjar lífsreglur, allavega handboltareglur. Einar Óla með skot rétt yfir. Jóhann Páll kominn aftur í markið. Þetta var nokkuð tóm þvæla hérna í fyrri hálfleik í mér. Leifist að segja að það var Sigurjón Ágúst kom í markið hjá Valsmönnum, en það sá ruglingu stafmann bara því að hann númer 15 eins og Eiríkur, en ég komst að því að hann á að vera númer 16, en situr nú bara á bekknum eins og Jæja, Tumi Markus, hann gefur bara beint á Darra. Einhver minnskilningu þarna hjá Valsmönnum. Haugamenn að byrju hérna seinni hálfleikinn í 5-1 vörn. Spiluðu lengst af 6-0 vörn í fyrri hálfleik. Haugar, Kristinn, klipping fyrir Darra, brotið á honum. Fín vörn hjá Valsmönnum. Bjarni Ófegur inn í miðri vörninni með 2 brottvísanir á bakinu. Hann þarf að passa sig. Kemur Kristinn aftur í sömu, glæsileg hreyfing. Það vítakast. Bjarni, sennilega bara svolítið heppinn. Og þá flautar Guðjón Ell og biður gult spjald á Elías Már. Þá jafnt á komið liðunum þar. Báðir þjálfarar búin að fá gult spjald. Þetta alveg svo þetta á að vera. Orri með frábærlega skemmtilegt vítakast. Þetta skemmtilegur strákur. Ég ætti svona að vera í stand-upi bara. En glæsilegt víti. Glæsilegt. Jafna leikinn 16 að ég held að nú á töflunni stendur 15, en það búið að leiðrétta það. Markus úti hægra megin, Bjarni Ólafur úti vinstra megin hjá Valsmönnum, Sveinn Hósi Rivera inn á miðju, Tumi inn á miðjunni.
Kemur Markus, yfirhandafintu, setur hann í hornið á félaga sinn Ásgeir Snæ í hægra horninu, en Andri Skeving ver að ég held bara hreinlega sitt 3. skot. Tölfræði hefur aldrei verið með sterkasta lið, þannig ég ætla ekki að lofa því að þetta hafi verið hans 3. skot, en ég held það. Kemur innlýsing úr hægra horni hjá Haukunum. Kristinn með glæsilega hreyfingu, býtur nú við. Nú eitthvað fríkast og 2 mínútur á Egil Magnússon. Kristinn, kröftugur strákur, fór illa með Egil þarna. Haukamenn einum fleiri núna. Næstu 2 mínúturnar. Leysir Kristinn inn, Darri með þversendingu og þeir skilja honum í hægra hornið og glæsilegt mark hjá Viktor. Fyrir ekki hjá Karli Viðari. Réttendur í hægra horninu, kringlaði sig þarna inn. Vel spilað á Haukunum. Þar með komnir í 17 mörk gegn 16 hjá Valsmönnum. Þá leysir Ásgeir Snær inn á línu. Markus með skot hátt yfir. Jóhann Páll náði að skila sér í markið. Kemur Kristinn á fleygiferð yfir á Einar Ólaf. Haukamenn róa þetta svo niður. Stilla sjálfst upp í sama kerfi og áðan. Kristinn leysir inn. Kemur Darri. Og hann með skot hátt yfir mark. Haukamenn halda áfram í sinni 5-1 vörn. En 30 sekúndur í það að Valsmenn fái fullskipa lið, en þeir taka nú markmann sinn út af og spila því 6 gegn 6 varnarmönnum. En Alexander hleypur hérna strax út af. Arnór kominn yfir hægra með glæsilegt skot hjá Bjarna. En Andri Skeving með frábæra markvörslu. Það var nú 13 sekúndur til þess að reyna að koma á marki einu fleiri. Darri í loftið með skot og Haukamenn heppnir. Valsvörnin ver boltan, en boltinn barst á Jörgen Frey Guðmundsson sem skorar sitt annað mark og straujar út af til þess að skipta í vörn fyrir engan annan en Hjört Inga sem spilar hérna fyrir framann. Kemur innlýsing frá Alexander í vinstra horninu. Arnór Snær kemur á þetta. Fríkast. Fín vörn hjá Haukamönnum þessa stundina. Tumi kemur á þetta. Arnór. Tumi aftur. Nau með blindandi sendingu ef það má orða þannig á Svein Jose Rivera sem að skorar, en dómarinn vill meina hann sé lentur og því dæmt vítakast á vítapunktinn. Eins og áður kemur Tumi, getur minkað muninn niður í 1 mark og hann gerir það með sitt 3. mark úr víti og 5. mark alls. Kristín Pétursson á miðinni, Darri Aronsson vinstra megin, kemur Einar Ólafur inn á miðina. Kristín Pétursson í árás, Einar Ólafur í skot, hann skorar, það er ekkert annað. Vel gert hjá Einari Ólafi með sitt 3. mark. X vinstri hjá Valsmönnum með innleysingu. Alexander leysir inn úr vinstra horninu. Kemur Arnór Snær yfir á Bjarna Ólaf. Tumi, hvað gerir Tumi? Gefur yfir á
Arnór sem gefur á glæsilegt mark hjá Ásgeiri Snæ í hægra horninu. Sveif hátt vel og lengi með glæsilegan faðm sem hann nýtti sér vel til þess að klína þessu upp í horni fjær. Jæja, Haukamenn í hornajúka, Kristín komin í bakvörðinn í árás, yfir á Darra með glæsilegt undirhandaskot. Darri heldur betur að koma sterkur inn í seinni hálfleikinn. Haukamenn komnir í 6-0 vörn aftur. Nú í horni hjá Valsmönnum kemur númer 19, Steven Tobar Valencia. Bjarni Ólafur komur inn á miðina, fer í loftið, en það er brotið á honum. Hér fórna menn sér í hlutina. Darri fljótur út og náða að brjóta á Bjarni Ólafi. Tumi út í vinstra megin, skiptir við Bjarni Ófeig. Tumi aftur Bjarni, þeir spila hérna á milli sín. Og Bjarni með skot. Þetta leikur svolítið mikið á honum. Hann er að reyna svolítið mikið sjálfur. Koma Haukamenn á flegiferð í annað tempói. Darri sé lítið Kristinn með línusendingu. Hann skýtur yfir en það er dæmt vítakast. Jason Gunnarsson, varnartröllið, kominn inn á línu og fiskar víti. Og eins og áður fer á punktinn Orri Þorkelsson. Ég ætla að spá því hann skori. En það sjálfsögðu klikkar hann. Kom okkar maður Sigurjón Ágúst í markið. Það er ekkert öðruvísi. Svo bregðast kross 3 eins og maðurinn sagði. Jæja. Kemur Þýst Kæró. Tumi út í vinstra með Bjarni Ólafur inn á miðinni. Kemur yfir, leitar að Svein Hóse. En Haukavörnin gríðarlega þétt þessa stundina. Arnór Snær. Glæsilega gert. Já, ég veit nú ekki hvernig hann fór að því að fara hann í gegn, en hann allavega gerði það og gerði það vel. Fekk vítakast. Þá fer Tumi á línuna. Tumi 100% til þessa. Í marki kemur Kristófer Ingi. Spurning hvað Tumi gerir. Ætli hann klikki eins og Orri gerði á þann? Nei. Það sjálfsögðu ekki. Tumi með sitt 7. mark og 3. af vítalínunni og minkar munin niður í 1 mark, 20-19. Nú Valsmenn bregða á það ráð að taka Kristi Pétursson úr umferð. Spurning hvernig Haukamenn leysa það. Einar Ólafur, Darri kemur á þetta, finnur Jörgen á línunni og Jörgen fiskar vítakast. Þetta var mjög auðvelt fyrir Haukamenn en enga síður vel spilað og glæsileg snúningur hjá Jörgen. Orri á vítalínunni, hann klárar þetta í netið. Óhræddur þrátt fyrir að hafa klikkað á síðasta víti. Sigurjón Ágúst Sveinsson kom engum vörnum við. Haukamenn komnir 2 mörkum yfir, 21-19. Setur Tumi upp í kerfi. Það er fake klipping eða sænskur eða hvað menn kalla það og Tumi skilar sér netið. Haukamenn taka hraða miðju. Tumi að eiga fína leik hérna í dag með sitt 7. mark. Haukamenn. Það er rauningur. Það er bara rauningur. Valsmenn að senda Steven Tobar Valencia út á völlinn til þess að trufla Kristinn Pétursson. Það virtist lukka í þetta skiptið allavega.
koma Valsmenn, geta jafna leikinn. Þetta búið að vera hörku spennandi og nýfja leikur til þessa. X hægri, að mér sýnist. Átnajóki, kemur Arnór Snær á flegiferð, yfir á Tuma. Tumi með skota gólfinu, glæsilegt mark hjá Tuma. Hann funheitur, strákurinn. Hann funheitur. Já. Steven spila langt út á velli á móti Kristni Pétursinni. Spurning hvernig Haukamenn lesa það. Skipta eru stöður. Kristinn og Darri. Darri á flegiferð. Hann finnur Jörgen á línunni. Ekki ósvipað og áðan. Og 2 mínútur á... Já, það er engan annan Egil Magnússon að mér sýnist. Jörgen hér, já, kemur hér að velli sárþjáður eftir að hafa fiskað þetta vítakast. Orri á vítalínunni. Nei, nei, hann skýtur framhjá. Nákvæmlega eins og áðan þegar klikkaði. Jæja, Valsmenn einu færri. Taka markmann út af. Gefur Tumi einhverja skipanir. Já, kemur innleysing frá Ásgeiri. Bjarni Ófeigur, Tumi. Já, glæsilega spila en ekki. Skora Sveinn Hósi Rivera því Andri Skeving hreinlega lokaði búrinu. Frábær markværsla og fríkast. Darri nælir í fríkast. Haukamenn ennþá einum fleiri næstu 1 mínútuna. Algjörlega frábæla spila hjá Tuma hérna áðan en Sveinn Hósi óbyrna skor ekki eða frábær markværsla hjá Andra. Jæja, Haukamenn búin að leysa í 4-2 og finna Jörgen á línunni. Enn eitt skiptið. Jörgen hreinlega að fara hamförum hana og fiska víti og þá er Ásgeiri vikið af velli í 2 mínútur. Þar með eru Valsmenn 2 færri næstu 43 sekúnduna. Nú á vítalínuna fer engin annar en Hjörtur Ingi. Hvað gerir hann? Hann skilur sér neti. Kemur Haukamönnum yfir 22-21. Hjörtur Ingi með sitt annað mark og fyrsta úr víti. Koma Valsmenn. Leika nú 5 gegn 6 varnarmönnum Hauka. 10 sekúndur rúmlega í að þeir fái annan mannin inn á. Tumi klippi fyrir Arnór Snær. Miskilingur. Haukamenn, nei, Arnór nær boltanum. Spurning, aðja. Frábælega gert hjá Tuma og já, dómar hreinlega býst afsökunar. Ég virði það nú bara við hann. Yfir Kæró. Valsmenn kom með fyrir mannin inn á. Horn. Þá er stoppaður, stöðvaður tíminn. Það er hér alls konar glósur úr stúkunni. Eitthvað sem er bara til að hafa gaman af. Valsmenn ennþá einum færri og verða það næstu 56 sekúndunar. Á palli og kústnum, búinn að þrífa gólfið. Virkilega faglega gert hjá honum. Bjarni Ófeigur tekur umferð, Arnór Snær. Lúmskot frá Eiríki að mér sýndist. Andri Skeving vel vakandi í markinu, kemur Darri á flegiferð. Það er ruðningur. Eiríkur með frábæra vörn og Darri klaufi lætur reka sig út af. Kastar boltanum í burtu eftir að búa að dæma ruðning á hann. Afar hissa á svipinn.
Svona er þetta. Það getur allt gerst í þessu. Elías Már Halldórsson, þjálfari Hauka, fer yfir þetta með honum. Næja, Valsmenn núna einu fleiri. Hvað gera þeir? Tumi yfir á Arnór Snæ. Og það er vítakast. Hann er svo slangadrengurinn. Hann mjaka sér í gegnum varðinnar. Trekk í trekk. Búinn að spila virkilega vel hérna dag. Tumi á vítalínni. Hann skýtur í stöng. Loksins brennir hann af. Ekki það við gleðumst yfir því, heldur er hann búinn að vera bara held í 100% hérna dag. Jæja, Valsmenn halda áfram að taka. Kristinn Pétursson er umferð. Hjörtur Ingi, glæsileg hreyfing. Já, fínn varnarleikur, já, Eiríki. Einar Ólafur, Hjörtur Ingi, kemur á þetta, Finnur. Nei, herðu, já, ég held að þetta nú bara verið óvart. Já, það var Karl Viðar búinn að leysa inn. Hjörtur Ingi, tekur aftur sömugab. Já. Eitthvað, ég veit ekki bara hvað menn eru með þarna. Já, þetta er eitthvað úr gólfinu. Hreyfillinn komin upp hjá þeim gulklæddu. Stilla upp fyrir Einar Ólaf. Nú, hann setur hann í Samuel. Þvílíkt mark. Einar Ólafur að spila alveg frábærlega hérna í dag með glæsilegt mark beint í Samuel. Jæja, Valsmenn einu fleiri næstu 15 sekundar. Stilla upp í sókn. Leysa í 4-2. Tumi, það gerir hann. Finnur Arnór Snær, slangan, mjaka sér í gegn. Það er ekkert öðruvísi. Arnór Snær með sitt annað mark, en enga síður verið að spila vel. Fá vítakost, fiska leikmenn út af. Ólsegur í varnarleiknum, eins og hann á kyn til. Pappa einn af mestu varnarmönnum þjóðarinnar hér á árum áður. Jæja, leysir Kristinn inn. Darri með skot og það er varið. Jóhann Páll með markvörslu eftir að boltinn hafi viðkomu í hávör Valsmanna. Þá geta Valsmenn jafna leikinn þegar rétt tæplega 10 mínútur eru til leiks loka. Þetta er æsispennandi og frábær handboltaleikur sem að liðin er að bjóða okkur upp á. Kemur Bjarni inn á miðuna, hótar uppstöki. Já, fín vörn hjá Haukum. Bjarni og Tumi skipta stöður. Kemur Bjarni á rás, fín hreyfing. Já, fríkast. Nei, það er bara verið að reka út af hérna. Já, Einar Ólafur rekin út af fyrir að toga sýnist mér á bendingunni hjá dómurónum og þeir eru algjörlega vissir í sinni sök. Jæja, nú er að Valsmenn að nýta sér það að vera einu fleiri. Bjarni Ólafur leysir inn, kemur Tumi yfir á Arnór Snær. Hvað gerir Arnór Snær? Yfir á Tumi aftur. Arnór, þeir spila á milli sín niður í hornið Ásgeir og glæsilegt mark á Ásgeiri. Ásgeir með sitt 3. mark. Gríðarlega efnilegur hornamaður. Nú ætti að segja að Ásgeir sé nokkuð hávaxinn á hornamann að vera. Hann nýtir sér það vel. Jæja, Darri tekur snúning. Hjörtur aftur, Darri spila hann að 2 á milli sín. Já, svakalegu varnarleikur hann að Eiríkur fastu fyrir. Hjörtur og Darri spila mikið hann á milli sín. Darri með skotagólinu, en Jóhann Páll Einarsson, hann er vaknaður í búrinu.
Koma Valsmenn, en þá einu fleiri og verða það næstu 40 sekúndurnar. Bjarni Ófeigur, hefðbundi, leysir inn í 4-2. Tumi og Arnór spila hérna á milli sín. Þeir eru þolinmóðir, fín hreyfing á Tuma, Rauningur, frábær varnarleikur í Orra. Það með síndist af Orri. Þetta er æsi spennandi. Reynilega frábær stemning hérna í Fylkishöllinni. Þeir eru rosa Fylkismönnum fyrir frábæra umgjörð. Og sjálfsögur HSÍ líka. Með Hjörtur. Haukamenn búin að endurheimta mannin inn á. Hjörtur með ævintýrlega línusendingu. Jörgen sem að náði, þetta var nú eiginlega bara vonlaus sending. Bæðilið fullskipuð. Haukar í sinni hefðbundu 6-0 vörn og Valsmenn með svona nokkuð hefðbundna uppstillingu. Stíf leysir inn, Arnór Snær, Tumi, klippi fyrir Bjarni Ófeig, Bjarni Ófeigur í lofti. Koma 2 út á mótunum til að brjóta á hann, það er ekkert öðruvísi. Bjarni áfram, hendi komin upp hjá dómarunum, Arnór Snær, hvað gerir undirhanda skot og skorar! Þvílíkt mark hjá Arnóri Snær, sitt 3. mark, hann er funheitur strákurinn. Alvöru undir hreyfill og kemur Valsmönnum yfir 23-24. Þá þarf að þrífa. Kemur Jóhannes á kústinum. Mjög öflugur kústamaður. Gerir þetta mjög vel. Valsmenn halda sig við það að spila framalega á Kristinn. Hvílir Darri hérna á varamannabekknum. Hjörtur í staðinn hérna úti vinstra megin, kemur í flotta hreyfingu en frábær varnarleikur hjá Val. Það er alltaf verið vittlust á pöllunum. Valsmenn alveg brjálaðir hér. Fín klipping, boltinn yfir á Hjört, vel spilað. Orri náði ekki alveg 100% valdi á boltanum. Engan séu vel spilaði Haukamönnum. Jóhann Páll með fína markvörslu. Alveg svaðaleg stemning hjá Valsmönnum á pöllunum. Óskar Bjarni að stýra stuðningsliði Valsmanna. Bjarni Ófeigur, hann er ekkert að spá í það. Kemur bara á þetta, Tumi, Bjarni, Arnór með frábært mark á hann. Hvað gera núna? Spila þetta á milli Bjarni. Fríkast. Tumi, Sveit kemur út fyrir í Kairó, þýst Kairó. Tumi hendi kon upp hjá dómarann, feiksending. Bjarni Ófeigur í skot, Andri með glæsilega markvörslu. Kasta boltanum fram á Orra sem er komin einn fremstur og skorar. Jafna leikinn, 24. Orri Þorgeirsson með sitt 8. mark. Eldfljótur fram. Tumi, Bjarni Ófeigur með yfir þetta fintu, yfir í hornið á. Hvað gerist þarna? Bjarni, Tumi skiptur stöðu. Spila á milli sín hérna fyrir utan, 3, Bjarni Ófeigur með skot. Fríkast. Ástöða tíman. Palli Kústur komin inn á. Bara vel þrifi á stráknum. Leysir Ásgeirinn á línu, Arnór Snær. Ekkert dæmt.
vildi nú fá eitthvað aðeins meira fyrir sinn kanil snúð. Hjörtur með skot í stöngina, Orri með frákastið, fyrir gegn, vítakast og hvað? Nú þá ráða dómarnir ráð sínum. Veitu hvað eru að fara í? Það er rautt spjald. Ásgeir Snær Vignisson með rautt spjald. Nú verði ég bara viðurkenna að þetta gerast algjörlega hinum megin á vellinum. Þannig ég sá þetta nú ekki nógu vel. Hann brosti nú bara yfir þessu. Hjörtur á vítalínuna. Þetta er nú dramatík í lagi. Hann skorar. Kemur Haukamönnum yfir. 25-24. Valsmenn einum manni færri næstu. Já. 1 mínútu og 50 sekúndum þar. Hjörtur með sitt 3. mark. Nú inn á hjá Valsmönnum Viktor Andri Jónsson kominn hérna í vinstri skiptustöðuna. Kominn hérna inn á miðjurendar. Tumi. Aftur Viktor Arnór Snær. Viktor. Hvað gerir hann? Oj. Það er ekki dæmt. Aja, fæst orð bera sem minnsta ábyrgð, sagði ykkur, og hef ég reynda að tilengja mér sjálfur í gegnum tíðina. Aja, Haukamenn, einum fleiri, hvernig nýta þess að Darri í árás. Klaufar, segi ekki meir, Einar Ólafur, kastaði boltanum út af. Aja, Valsmenn taka markmanninn út af eins og áður. Steven niður í vinstra horninu og Sveinn inn á línu. Tumi, Arnór, Bjarni. Hleypur Steven út af. Bjarni, Arnór. Bjarni, spila á milli sín, yfir á Tuma. Vilja Haukamenn fara að fá leysu hendinu upp á þetta. Bjarni Ófegur, reynir línusendingu, fótur. Dæmdur fótur af Valsmenn. Haukamenn fljótir með að koma boltanum í leik. Orri fremstur og skorar. Kemur Haukamönnum 2 mörkum yfir. 26-24 og í því töluðu orðum tekur Heimir Ríkharðsson leikhlé. Þvílík dramatík. Valsmenn einum færri næstu 7 sekúndurnar þegar að staðan er 26-24 og 1 mínúta og 40 sekúndur eftir. Gríðarlega dýrmætt mark fyrir Haukamenn og að sama skapi, já, brekkan er erfiðari fyrir Valsmenn eftir þetta mark. Spurning hvað Valsmenn ætla að gera núna í þessar síðustu mínútur. Hvort þeir ætla að brjóta leikinn eitthvað upp hérna varnarlega. Þeir þurfa nú svona að reyna að skora tiltölulega snemma. Haukamenn sjálfsagt fara bara í sína hefðbundu 6-0 vörn. Valsmenn með 5 sekúndur í að kemur bara markmaðurinn inn á. Hefðbundin uppstilling hjá Val nokkurn veginn. Markus kominn í hægra hornið í stað Ásgeir sem fekk rauða kortið. Kemur Júkafæsla, Bjarni Ófegur í árás. Andri Skeving með frábæra markvörslu. Jæja, hvað gera Valsmenn? Þeir eru nú tiltölulega rólegir. Eru með Steven út á Kristni, fara út á Darra líka. Einar Ólafur kemur í árás, klippir Darra en vel varið hjá Jóhanni. Jæja, rétta mínúta eftir. Það er ennþá von fyrir Valsmenn. Kemur Tumi á fleygiferð. Hvað gerir hann? Yfir á Arnór, sem gefur á Markus. Markus inn í þröng. Færi úr hægra horninu. Ískaldur
Markus Björnsson með sitt annað mark. Ískaldur Markus. Jæja, hálf mínúta eftir. Valsmenn nú frægir fyrir það hreinlega að stela svona leikjum. Einar Jónsson tekur leikhlé þegar 25 sekúndur eru eftir nákvæmlega og hendi frá sér einum greinlega mjög góðum brandara í leiðinni því að framkvæmdastjóri HSÍ fannst hann allavega mjög fyndinn. Jæja, þá spurning hvað Haukamenn gera. Valsmenn sjálfsagt koma nú vel út á völlin og reyna að fiska boltan á meðan að Haukamenn þurfa að vera, halda boltanum lifandi og passa að vera sjálft ekki að drippla mikið fyrir fram á Valsmennina, þurfa að hreyfa sig mikið án bolta. Ég rekna með að þetta sé svona eitthvað af því sem minnst okkosti Elías Már Halldórsson og Einar Jónsson fari yfir með sínum leikmönnum. Allir virðast nú bara salla rólegir hérna og þá sérstaklega þjálfari Hauka. Valsmenn sýnist mér alltaf að fara út í Hjört og Kristinn Hjörtur. Hann missir boltan, heldur á boltanum. Hvað gera þær núna? Ég held að þetta sé víti og rautt spjald eða 2 mínútur. Ég held það. Það innan við 30 sekúndur eftir, en ég ætla bara ekki að dæma þetta sem betur fer. Hann verður allavega að minnsta kosti rekinn af velli, ég myndi að halda það. Eða hvað? Nú bara ég alveg hættur að skilja. Enda þekki ég ekki handboltaregluna nógu vel. Fimmtán, 2 mínútur. Þá verða Haukamenn væntanlega einum færri. Nú ég að fá þær upplýsingar að það vist ekki sömu reglur í þriðja flokki og í meistaraflokki var alltaf þessi vítakost sem ég held að yrði. Valsmenn 10 sekúndur eftir, Tumi, með skot og glæsileg markværsla frá Andra. Nú nógu tími eftir, Andri gefur að Darra, skila boltanum og Haukar eru Íslandsmeistarar í þriðja flokki karla árið 2017 og fagna þessu að sjálfsögðu vel og innilega. Þeir liggja hér bara í gólfinu þjálfarar Haukamanna. Eitthvað eru þjálfarar Vals að ráðu sínum hérna. Skiljanlega ekki sátti með þessa niðurstöðu og ég verð nú bara viðurkenna það. Ég hefði viljað hreinlega fá hérna jafntefli bara upp á að fara í framlengingu. Ekki það ég unni bara Haukamenn vel að vinna þennan leik. Þannig ég er bara áhugamaður góðan handbolta og skemmtilegan og þá hefðum við viljað halda þessari veislu áfram. En hvað það? Haukar vel að þessu komnir og eru þar með deildar og Íslandsmeistarar. Nú ef við förum yfir markaskor og byrjum á silfurliði Vals að þá var það Sveinn Hósi Rívera með 4 mörk, Tumi Steinn Rúnarsson með 8 mörk, þar af 3 úr vítum. Spilaði að mínum mati frábærlega hinn dag Bjarni Ófur Valdimarsson með 5 mörk, átti einnig góða leik. Ásgeir Snær Vignisson með 3 mörk, Arnór Snær Óskarsson með 3 mörk og Markus Björnsson með 2 mörk.
og í marki Vals stóð svona mestan allan leikinn Jóhann Páll Einarsson, varði hann 10 skot samkvæmt mínum kokkabókum. Nú hér er verið að velja mann leiksins, það er Orri Þorkelsson. Ég get alveg tekið undir það, spilaði frábærlega Orri Þorkelsson og að því sögðu er ótt að segja það að hann skoraði 9 mörk, strákurinn, þar af að ég held 2 síðustu mörk Haukamanna. Nú Einar Ólafur Valdimarsson með 4 mörk, Darri Antonsson með 5 mörk, Hjörtur Ingi Halldórsson 3 mörk, Kristinn Pétursson 2 mörk, Karl Viðar Pétursson 1 mark og Jörgen Freyr Guðmundsson með 2 mörk. Nú hér er verið að kynna eða upp á pallinn stíga Valsmenn, silfurverðlaunahafar í Íslandsmótinu. Þeir eru nú ríkjandi bikarmeistarar, þannig að ég held að það sé nú óhætt að fullyrða það að þetta séu 2 bestu liðin í þessum aldursflokki. Nú til þess að klára tölfræðina í þessu leik þá stóð Andri Skeving í marki Haukamanna held ég allan leikinn og varði samkvæmt mínum bókum 13 skot. Nú Valsmenn að taka við silfurverðlaununum, hvað sem að Heimir Ríkharðsson er ekki kannski vanur að taka við, en hann verður að láta sér það nægja í þetta skiptið. Svo sannarlega björt framtíð í íslenskum handbolta miðað við gæði þessa leik sem við sáum hérna í dag, fullt af mjög efnilegum og alltaf í bara góðum handboltamönnum. Alveg örugglega eftir að láta mikið að sig kveða í framtíðinni, en nú stíga Íslandsmeistarar Hauka upp á sviðið og fá væntanlega nú gullverðlaun og bikar, og hér er nú verið að veita einhver önnur verðlaun sem ég veit ekki alveg hver eru. Það er gaman að vita hvaða verðlaun þeir eru að fá hérna í plastboka. Ég hef ekki séð þetta áður, en það er alltaf gaman að sjá eitthvað nýtt. Það er nú, má nú geta þess að það er heldur betur stöð hérna helgina í Fylkishöllinni. Úrslitaleikir yngri flokka. Fara held ég allir fram á morgun fyrir utan þennan eina leik, og ég hvet að sjálfsögðu áhorfendur til þess að koma og styðja við bakið á okkar bráðefnilega handknattleiks fólki og að sjálfsögðu styðja sín lið. Það er alltaf gaman, og miðað við hvernig þetta fer af stað eða fór af stað hérna í dag með þessum frábæra handboltaleik, að þá reikna ég nú með að þetta verði stór skemmtun hér helgina. Nú þá fá Haukamenn bikarinn og þeir grýta honum á loft. Glæsileg, bara verðlauna afhending, það er óhætt að segja það. Íslandsmeistarar Hauka
árið 2017 í 3. flokki karla. Þetta er allt saman hefðbundið. Freddie Mercury og Queen komin á fóninn. Nú í þeim töluðu orðum held ég að sé óhætt að bara þakka kærlega fyrir okkur í bili og eins og ég sagði, hvet alla til þess að koma og styðja við bakið á krökkunum á morgun. Nú ef menn komast ekki þá er bara að fylgjast með hér á YouTube rás HSI. En Einar Jónsson, Matthías Leifsson, tæknimaður, við þökkum kærlega fyrir okkur. Verið bless.